Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og voru velkomin í Suðurnesja Magasín. Þátturinn að mestu leyti tileinkaður Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem fagnar 70 ára afmæli þessar mundir. Gríðarlega mikilvæg stofnun hér á Suðurnesjum. Við ræðum við nýjan forstjóra og skoðum starfsemina í hinum ýmsu deildum HSS. Komið með okkur. Það er Guðlaug, nú fagnar HSS 70 ára afmæli þessar mundir. Hverjar eru svona helstu áskoranirnar hjá stofnuninni þessar mundir? Já, þær eru nú nokkrar. Mér finnst nú kannski fyrst og fremst að svona kynna þjónustuna og hvað HSS hefur upp á að bjóða sem bara mjög gott og það verður nú að halda því til haga. Við þurfum einhvern veginn að styrkja það sem vel er gert og bæta það sem má bæta. Og til þess einhvern veginn að svona sjá hvað það að þá ákváðum við að vera með íbúafund til dæmis, til þess að bara fá það bara hreint frá íbúum hvað það sem stofnunin að gera vel og hvað getum við gert betur. Og það heilmargt sem við getum gert betur. Og ég held svona til þess að taka það saman að þá snýst það aðalega jákvæða ímynd, byggja upp traust og fyrst og fremst. Ég held að það sé stóra málið. Þannig að þú varst hálfpartinn að svara næstu spurningu sem svona hvernig finnst þér stofnuninni standa almennt hvað varðar þjónustu við Suðurnesjamenn? Það svona, partur af spurningunni. Sko almennt varðandi þjónustu við Suðurnesjabúa þá held ég að við séum að standa okkur alveg þokkalega. Ég held að við séum líka svolítið með þá ímynd að það sé ekki hægt að komast að. Ég held að það sé búið að snúa því alveg ágætlega við núna. Það tiltölulega lítil bið eftir þjónustu til dæmis á heilsugæslunni. Það hefur færst til betri vegar með betri mönnun og þannig að það eru alveg ótrúlega mörg tækifæri sem þessi stofnun hefur og ég sé það þannig að Heilbrigðisstofnun Suðurnesja geti verið bara heilbrigðisstofnun til fyrirmyndar að svo mörgu leyti. Þannig að mér finnst einhvern veginn svo margt í starfsemi stofnunarinnar sem að bara mjög burðugt og við getum vel byggt á. En enga síður þá held ég að við þurfum að bjóða upp á fjölbreyttari þjónustu. Við höfum verið að vinna því til dæmis núna að bæta krabbameinsskimun eða aðgengi að krabbameinsskimun. Því að það þannig að samkvæmt svona lýðheilsuvísum embættis landlæknis þá það þannig, staðan þannig núna, til dæmis það eru tæplega 3000 konur sem hafa ekki komið í brjóstaskimun en hafa sannarlega átt að vera komnar í brjóstaskimun. Þannig að til þess að færa þjónustuna nær íbúanum að þá ákváðum við að bjóða upp á skimun í heimabyggð og í samvinnu við Brjóstamiðstöð Landspítala og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og þau eru núna í afmælisvikuna að koma með tækin sín hingað og það svona kannski skemmst frá því að segja að það bókuðust bara upp í raun og veru allir tímar og þannig að við erum að framlengja tímabilið sem að konur hafa tök á að koma hingað í skimun. Því við viljum að konur á Suðurnesjum geta skroppið í skimun. Það þurfi ekki að taka 3 tíma að fara í skimun. Fólk á að geta skroppið í skimun og ég mjög þakklátt fyrir það hvað það hefur verið vel tekið í þessa viðleitni að færa þjónustuna nær fólki og við erum þegar komnar með mörg hundru bókanir í þessa tíma. Hvernig sérðu Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þróast á næstu árum? Ég sé hana þróast þannig að hún verður fyrst og fremst mjög öflug fyrst og annars stigs heilbrigðisþjónusta. Hún verður náttúrulega aldrei 3. stigs heilbrigðisþjónusta. En ég held að það sem skiptir máli að við eflum fyrstu komu, eflum bráðamóttökun okkar í samvinnu við Landspítala, jafnvel. Og ég held að það samstarf á að vera mjög gott. Ég sé þjónustuna þróast þannig að Heilbrigðisstofnun Suðurnesja verði kennslusjúkrahús, viðurkennt kennslusjúkrahús og það skiptir verulega miklu máli til framtíðar. Hvað meinarðu með kennslusjúkrahús? Að við séum viðurkennt stofnun til þess að vera kennslusjúkrahús. Heilsugæslan það,
En sjúkrahúsið og bráðamóttökan hefur ekki fengið slíka viðurkenningu og við erum í þeirri vegferð núna. Þá þurfum við að bjóða upp á ákveðin námstækifæri og leiðsögn og handleiðara og við erum sannarlega að vinna í því núna. Þannig að fólk sem í náminu getur komið hingað í starfsnám, eins og maður segir. Já. Viðurkennt starfsnám, já. Nú hefur oft svona í gegnum tíðina, getum við sagt, fjármögnun eða það fjármagn sem HSS hefur fengið, það hefur mjög oft verið umræðinu svona að það hefur verið á lítið. Ég veit ekki neina heilbrigðisstofnun sem fær of mikið fjármagn eða telur sig vera rétt fjármagnaða. Þannig að ég held að við þurfum einhvern veginn að velta við öllum steinum og auðvitað það alltaf þannig að það hægt að gera betur. Það hægt að fara betur með fjármagn. En þá ég ekki að segja að stofnunin sé offjármagni bara langt í frá og við erum nýlega búin að senda frá okkur svona afkomu viðvörun til heilbrigðisráðuneytisins það að við erum að keyra nokkur 100 milljónir fram úr áætlun. En mér finnst það líka að vera til alls fyrst að maður upplýsi nákvæmlega hvernig staðan og hvað við leggjum til að þurfi að gera. Þannig að við ætlum að taka þátt í því en við munum sannarlega reyna að sækja meira fjármagn. Það sem líka kannski svolítið stendur okkur kannski fyrir þrifum eða ég veit ekki hvernig maður orða það að það eru mjög margir sem bíða eftir hjúkrunarheimili og bíða hér á stofnuninni. Þannig að það alltaf fá hjúkrunarrými á svæðinu. Það bara þannig. Hvernig hefur það gengið? Nú hafði verið með eina deild hérna sem hefur verið svona nokkuð konar eins og þú segir biðdeild eftir hjúkrunarheimili. Hvernig hefur þetta gengið? Það hefur í raun og verið gengið ágætlega. Við náttúrulega auðvitað lokaði Víðihlíð í Grindavík og sjúklingar eða skjólstæðingar sem þar voru komið hingað og þeir eru náttúrulega farnir flestir inn á sín hjúkrunarheimili sem þeir óskuðu eftir að fá heimilisfestu á. En allavega þá erum við með nokkuð marga skjólstæðinga sem bíða núna eftir hjúkrunarheimili og það gengur of hægt. Og það auðvitað náttúrulega önnur starfsemi náttúrulega tefst á meðan. Hvað með mönnun stofnunarinnar innan? Þið eru hérna, ef ég sá rétt, eitthvað tæplega 400 manns sem eru skráð starfsmenn hérna. Ég man ekki hvað mörgum 250 stöðugildum. Hvernig gengur að manna og eitt af því ef ég bæti við þá spurningu náttúrulega það hefur svona í gegnum tíðina ef maður horfir tilbaka sem verandi hérna á svæðinu, það hefur svona gengið misvel að fá lækna. Já, sko ég ætla nú alveg að vera Pollýanna þarna sko. Því að mér finnst það bara ganga alveg ágætlega núna að manna. Mér finnst bara mjög mikil jákvæðni í garð stofnunarinnar. Ég held að það sem að kannski íbúar hafa kannski helst gagnrýnt stofnunina fyrir og kom fram á íbúafundunum að það væri ekki nógu mikil stöðuleiki í mannskapni. Það væri alltaf nýir einstaklingar. Og mér finnst núna með því að hafa fleira fastráðistarfsfólk þá erum við svolítið einhvern veginn að mæta þessari þörf og þessari sjálfsögðu kröfu íbúa stöðuleika í mönnun og þannig að mér finnst við vera á réttri leið hvað varðar menn. En það verður nóg verkefnum hjá HSS í náinni framtíð. Samfélagið hér fjölbreytilegt og það gott og það á mikil hreyfingu. Þið standið því sem haft frammi fyrir sérstökum aðstæður fyrir utan jarðhræringarnar og allt sem því fylgir. Guðlaug María Sigurðardóttir, þú deildarstjóri hér á ljósmæðravaktinni á HSS. Það passar. Hvernig svona út á hvað gengur starfið hérna í grófum dráttum? Það gengur raunverulega út á að sinna konum í barneignarferlinu og fjölskyldum, svona stórt og smátt. Og við sinnum jafnvel eftirfæðingu líka fyrir eftir ef það komið upp einhver vandamál eins og með nýburan eða móður svona fyrstu vikurnar eftir fæðingu, þá leitar alltaf til okkar fyrst. Og þið eru með undirbúningsferlið og aðdragandana fæðingunni á ykkar könnu líka, ekki það? Við verum með alla mæðraendina frá því að byrja að koma og náttúrulega fæðingarnar og sængulög, það reynda með fáa konur sem liggja sængulög í dag að fara flestar í heimaþjónustu. Já, þetta af sem áður var, það ekki konurnar liggja ekki inni í dögum saman eftir fæðingu. Það
mjög sjaldan sem að við höfum konur í sængurlegu. Það vilja flestir komast heim í sitt umhverfi og sinna barninu heima hjá sér í staðinn fyrir að liggja eiginlega svolítið flatur hérna og geta lítið að hreyft sig. Og hefur það aukið á verkefni ljósmæðra að sinna þessu í heimahúsum? Sko, það allt annað. Það ekki hluti af starfseminni hérna. Heldur það ljósmæður sem með samning við Tryggingastofnun sem að reyndar vinna hér og mörgum öðrum stöðum. Þær sinna þessu fyrir utan starfsprósentuna sem þær eru í á HSS og öðrum heilbrigðisstofnunum. En hvað eru svona margar starfandi hérna á deildinni? Við erum með 10 ljósmæður í mismikilli prósentu. Og hefur það verið svona haldist í gegnum tíðina? Já, við höfum verið að rokka kannski 8 til 10 en aftur í mismikilli prósentu. Hvernig með barneignir? Hefur þeim fjölgað hérna? Nú hefur verið mikil fjölgun íbúa á Suðurnesjum, helst fæðingartalan í takt við það? Sko, við erum með svona 100 pluss mínus á ári. Þetta minnkaði rosalega mikið hjá okkur eftir að skurðstofan lokaði kringum 2010-11 og þá fórum við niður í þessa tölu 100-120 og við höfum verið að hanga þar svona allflest árin en fæðingartíðni fer lækkandi á landsvísu og við erum engin undantekning þó að sé sko fleiri íbúar hérna að þá eru margir sem að velja að fæða annars staðar, velja að fæða til dæmis á Landspítalanum eða upp á Skaga. Og líka ef að hérna fæða bara það sem við kallum græna konur sem eru fullkomlega hraustar, heilbrigðar með heilbrigða meðgöngu, vænta heilbrigða fæðingu með væntan heilbrigða nýbura. Ef að við greinum eitthvað á meðgöngu þá ráðleggjum alltaf konum að fæða þar sem hærra þjónustustiga því að við erum það sem heitir D1 fæðingarstaður sem ljósmæðrastýrð eining og við erum ekki með fæðingarlækna á baku okkur. Þannig að það svona, ef að segja tvísýnar fæðingar þá kjósa konur eðlilega og þeir vísið þeim að annað. Við vísum alltaf að það svona minnsti grunur að eitthvað sé öðruvísi en það gæti verið best þá vísum alltaf konum á fæðingarstað með hærra þjónustustig. Guðlaug, svona þegar að fæðing gengur eðlilega fyrir sig, hvernig ferlið? Hvað eðlileg fæðing? Eðlileg fæðing þegar konan fer sjálf á stað og útvíkkun hefst án inngripa og konan klárar fæðinguna án inngripa og barnið kemur hraust í heiminn. Svona í mjög stuttu máli. Það ekki flókið? Ekkert sérstaklega, þegar maður segir það. En ýmislegt getur komið upp á í öllu þessu ferli. Og að því við töluðum nú hérna áðan með aðgengi að læknum, fæðingarlæknum og slíku. Hvernig bregðist þið við ef eitthvað óvænt kemur upp á í fæðingu á ljósmæðravakt? Það vill þannig til að hlutir gerast yfirleitt þar einhver aðdragandi og við erum bara mjög vel þjálfaðar í því að svona spotta ef það eitthvað svona aðeins að sveigja út af norminu og ef okkur finnst ástæða til og við leyfum yfirleitt konur og barnir að njóta vafans í þeim tilfellum þá flytjum við konur á Landspítalann sem okkar svona þjónustu sjúkrahús í rauninni. Já. Og það gengur hratt og vel fyrir sig? Það gengur alltaf hratt og við höfum, þegar við köllum í sjúkrabíl þá eru þeir komnir bara innan 10 mínútna og það fer náttúrulega eftir hvað við segjum að þetta sé brátt en þetta gengur hratt og vel fyrir sig, já. En hérna erum við nú stödd í fæðingarstofur og við fæðingarlaugina. Þetta ekki vinsælasti staðurinn á deildinni? Þetta allavega staður sem að mörgum finnst voru ljúft að nýta sér, sko. Og við erum með sirka helmingurinn okkar fæðingum hafa verið vatnsfæðingar. Stundum hafa konur líka hugmyndum að þeir langar að fæða í vatni og svo finnst þeim ekkert sérstakt þegar að koma í vatnið. Og allt þar í milli, en maður má skipta skoðun. Já, það leyfilegt. Það svo sannarlega leyfilegt, já.
Hver myndir þú segja væri kosturinn við það að fæða svona í vatni? Þetta svo mikið verkjastilling af því að hitinn hjálpa konunum að takast á við verkina og svo þetta sennilega og ljúft fyrir litla krílið að koma út úr 37 stiga hita í 37 stiga hita og fara svo í fangi á mömmu sinni. Já, það ekki sama áfallið þá? Við höldum ekki. Það mikilvægt að fjölmennustu hóparnir, til dæmis Pólverjar, sem rúmlega 4200 eða 17% af okkar íbúum, geti annaðhvort notið heilbrigðisþjónustu frá pólskumælandi heilbrigðisstarfsfólki eða óskað eftir því að fá túlk til að tryggja að mikilvægar upplýsingar berist á milli á báða bók. Á heilsugæslunni víðfeðm þjónusta og meðal annars heilsueflandi móttaka sem ég teymistjóri fyrir og þar undir sykursýkismóttaka þar sem við erum með, hún hefur verið starfandi síðan árið 2001 og þar erum við með 1200 manns í eftirliti, bæði með sykursýki típu 1 og típu 2, margir með insúlíndælur sem við erum að setja upp og einnig margir með sykurnema bara, þeir sem á insúlínmeðferð. Það sem nýtt í okkar þjónustu augnbotnamyndataka sem við erum í samstarfi við Retina Risk og þeir gráða myndirnar fyrir okkur og þetta var eiginlega svona það sem upp á vantaði upp á heildræna þjónustu því að við erum að fylgjast með tilkomu fylgikvilla sem við gerum og okkur vantaði eiginlega þetta var svona laus endi þar sem við vorum að biðja fólk að fara til augnlæknis og sumir gerðu og aðrir ekki eins og gengur. Þannig að, og svo erum við með móttöku fyrir einstaklinga sem lifa með offitu og þar erum við að sinna bæði að koma mikið að nýju fólki inn sem bara hefja meðferð og svo eru aðrir sem eru búnir að vera jafnvel búnir að fara í efnaskipta aðgerðir og fleira og það fólk sem þarf að koma inn í eftirfylgd líka af því að þetta eru allt langvinnir sjúkdómar sem þarf að fylgja eftir alla ævi í rauninni og síðan erum við með þjónustu fyrir eldra fólk sem það sem við erum svona bara að skoða, taka stöðun á heilsufari, lyfjameðferðum, þörf fyrir meiri þjónustu, bæði félags- og hjúkrunarþjónustu og sækja hjálpatæki heim og alls konar. Það sem á döfinni hjá okkur núna að fara af stað með móttöku fyrir börn sem að lifa með offitu og lýðheilsuvísar hafa sýnt að þörfin mjög mikil og við erum á fullu í þeirri vinnu. Það sem hefur kannski helst verið bara að vanta starfsfólk til að vinna það og svo hefum við áhuga fyrir að fara af stað líka fyrir sjúklinga með lungna og hjartasjúkdóma. Þannig að þetta svona það sem heilsueflandi móttaka og aftur þetta eru langvinnir sjúkdómar þannig að meðferðin hugsuð til lengri tíma. En offita og offita barna kannski, þetta vaxandi vandamál í nútíma samfélagi? Þetta vaxandi vandamál allan heim og í nútíma samfélagi. Þessi lýðheilsuvísar aftur hafa verið að sýna við stöndum sérlega illa þarna eða hvað maður að segja, sjúkdómurinn algengari hér en annar staðar og mikil þörf á að grípa þar inn í. Og við höfum verið í samtali við heilsuskólan á Landspítalanum og þau eru boðin og búin að aðstoða okkur allan hátt varðandi þetta. Þannig að það verður bara áskorun sem við ætlum að fara í. Og þetta verkefni búið að vera lengi í gangi? Já, við erum búin að eiginlega vera að undirbúa okkur svolítið þannig að við höfum margar fagstéttir innan stofnunarinnar hafa komið þarna að borði og til að skoða hvernig staðan hjá okkur, hvað getum við gert og það eins og mæðraverndin og ungbarnaverndin, skólahjúkrun, sálfræðingar, barnalæknir og hjúkrunarfræðingar sem hafa komið að þeirri undirbúningsvinnu og næringarfræðingur. Þannig að við erum búin að vera að leggja grunn að og að við af okkur upplýsingum og bara
hvað getum við gert þverfaglega og í teymi í heilsueflandi móttöku eru læknar, hjúkrunarfræðingar, næringafræðingur, sálfræðingur og sjúkraliði. Þannig að við störfum þverfaglega og það verður áfram í öllu því sem við allri okkar vinnu. Og auðvitað það staðreynd að HSS býr að miklum mannauði. Hér mikið af starfsfólki sem vel menntað og vel hæft í sinna starfa og leggja sig daglega fram að veita íbúum og skjólstæðingum sem besta þjónustu og skilvirkasta. Og ég ætla nú að fá að nota tækifærið og vera aðeins persónulegur. Ég hef sjálfur þurft að lenda í þeirra aðstöðu að nýta mér þjónustu hér á HSS og ég ætla bara að fá að nota tækifærið að þakka starfsfólki sem ég hef mætt hér af þeim ástæðum fyrir þeirra þjónustu. Og ég verð að segja það að viðmátt starfsfólks og þjónusta sem ég hef notið hér persónulega alveg til fyrirmyndar og til eftirbreytni held ég megi segja. Kjartan, geturðu sagt okkur aðeins frá starfseminni sálfélagslegri þjónustu á HSS? Já, sko, sálfélagslega þjónustu á HSS eru 3 teymi. Það rauninni geðteymi sem svona sálfræðileg þjónusta og þetta fyrsta stigs þjónusta, það að segja hún eiginlega innan heilsugæslunnar og skipt í 3 lög allri svona þjónustu. Það fyrsta stigs þjónusta, önnur stigs þjónusta þegar hún of flókin fyrir heilsugæsluna og það þá veikara fólk og síðan 3. stigs sem fer fram á spítala. Þannig að þetta það sem við erum að sjá sálfræðinga á heilsugæslu eins og í bænum og annað. Þetta rauninni eru þið bara undir okkar hatti en í starfa sem eins konar framlenging af heilsugæslunni. Og inn í þessu líka barnateymið, það að segja börn yngri en 18 ára og þetta svona lágþröskulda þjónusta hvort tveggja. Þannig að þetta fyrst og fremst fólk sem að þarfnast eða með lyndisraskanir, með þunglindi og kvíða, áföll og hegðunarröskun hjá börnum með einhvern lit og það boðið upp á svona meðferð sem þá í ákveðin tiltekinn fjöldi viðtala og þá fer fram af sálfræðingum. Það eru rauninni þeir sem eru að veita þessa þjónustu. Þannig að þetta ekki svona margar starfstétt sem koma þarna, þetta eingöngu sálfræðileg meðferð. Síðan það geðteymið og það fjölfaglegt eða þverfaglegt, eins og það heitir líka, og þar þá margar starfstéttir sem eru að koma að vanda einstaklinga og þetta þá fólk sem við köllum í annarri línu þjónustu og það þá þarfnast fleiri aðkomu, fleiri fagaðila og þá erum við að tala geðlækni eins og það sem ég að starfa í teyminu og hjúkrunarfræðing, sálfræðing, félagsráðgjafi, viðþjálfa, íþróttafræðing og þannig að það koma mjög margir fagaðilar að viðkomandi og það kemur til vegna þess að vandi þessa einstaklingar sem í teyminu of flókin fyrir fyrsta stig og það bæði þetta fólk eins og ég nefndi á hann með lyndisraskanir, þunglind og kvíða en oft líka mikinn virknivanda. Það bara að koma fólki bara í rútinu, koma þau úr húsi, koma þau úr rúminu og þetta svona oft þegar fólk við dottið út af vinnumarkaði, kannski reynt að fara í virk en ekki gengið og það bara að byrja bara ofta á svona grunnatriðum. Svo sem ég sem lækni síðan þá að koma auðvitað inn í þetta og þá að greina, skoða lyfjameðferð til dæmis, hvort rannsóknir eitthvað sérstaklega það þarf að gera. Það þarf að skrifa vottorð, það mikið vottorðafargan alltaf í gerfinu hvort sem það endurhæfing eða einhver annar lyfjaskírteini og svo framvegis. En við erum semst að vinna saman og einstaklega að mæta hjá fleiri en einum fagaðila og hann fær málastjóra þegar hann byrjar í teyminu sem að sér þá hans mál og raunir stýri svolítið meðferðinni og sendir til sálfræðingsins beiðni og sendir beiðni til heilsueflandi móttöku sem við erum líka í góðu samstarfi við. Þannig að við reynum að búa til einhvern meðferðarmarkmið með viðkomandi og þetta fer eftir svona það sem við kallum bata-hugmyndafræðinni. Bata-hugmyndafræðin gengur út af það að einstaklingur ber svolítið ábyrgð á sinni meðferð og velur líka hvað hann vil gera.
Og þannig að við reynum að finna svona samvilið markmið við einstaklingum, við skjólstæðinum. Eins og ég hef lært af því að starfa hér, ég hef starfað á vellinum, ég hef starfað í Sandgerði og unnið þar með sandgerðingum og þjálfa handboltalið og ég hef starfað hér með fótboltaliðin ykkar og alltaf hef ég fundið það í gegnum þessi störf hvílíkt hjarta þessi stofnun fyrir samfélagi í að sinna þessari mikilvægu þjónustu. Vigdís Elísdóttir, þú ert deildarstjóri hérna á hjúkrunardeildinni á HSS. Já. Segðu mér hvað snýst þessi starfsemi hérna? Deildin okkar sérhæfir sig í að taka á móti skjólstæðingum og bæði frá sjúkradeildinni og eins og Landspítalanum sem að koma að bíða eftir að komast í hjúkrunarrými. Þetta eru einstaklingar sem geta ekki orðið farið heim aftur og þurfa að bíða hér. Þannig að þetta er svona biðrýmisdeild í rauninni. Í dag eru 30 einstaklingar í biðrými hjá okkur og 2 í svona hvíldarúrræði frá heimahjúkrun. Þeir hafa 2 pláss hjá okkur, 24 pláss sem að þeir fá að hlaupa í til þess að bregðast við vanda sem komin í neyð heima. Við í rauninni opnuðum hérna 5. október 2023, eða í fyrra. Þá vorum við búin að vera hér saman með D-deildinni í 1 mánuð rúman. Svo fóru þær upp í alveg glænýtt húsnæði upp á 3. hæð og við sem vorum að tilheyra hjúkrunardeildinni, þessari deildi hér í dag, urðum eftir með 7 skjólstæðinga. Þannig byrjaði boltinn að rúlla. 10. nóvember í fyrra þá verða talsverðar breytingar á deildinni, ekki satt? Jú, þá fáum við ansi stóran bolta í fangið. Þá náttúrulega rýming við rýminguna í Grindavík. Þá koma skjólstæðingarnir og Víðihlíð, þeir koma hér inn og þeir fara hér á deildina og upp á 3. hæð líka. Við bara settum í öll rúm sem við gátum. Það komu 20 einstaklingar. Og mitt í öllu þessu sem við vorum að bæta hér við skjólstæðingum, þá voru mikla framkvæmdir í gangi á deildinni. Þannig að hér var ís og þys. Alla í október, nóvember og desember. Þannig að jólafríið var svona, það var svolítið þegar allt í einu var allir farnir. Verkamenn farnir, þá var svona logn allt í einu. Það var bara 1 nóttu eiginlega. Og í janúar þá náttúrulega var ennþá þessi fráflæðisvandi sem að við erum að hjálpast að taka við, bæði frá sjúkradeildinni og Landspítalanum. Þá var komin svona upp að stað á Landspítalanum þannig að við vorum beðin að stækka við okkur. Þá var bættu 10 rýmum, þannig að við vorum allt í einu komið 33 rúm í byrjun janúar og við vorum bara svona, boltinn óx mjög hratt. Þannig að við höfðum eiginlega alla undan átt okkur á í hvaða stöðu við vorum, við bara, fólk fór í rúm og við reyndum að vinna að gera það besta sem við gátum. Og hvernig hefur gengið þá manna þessar stöður sem hefur fylgt með þessari stækkun? Það hefur ekkert alltaf verið auðvelt og þetta er búið að mæða heilmikið á starfsfólkinu því það hefur oft verið mjög undirmannað en það er búið að standa sig frábærlega og hafa bara haldið upp í heiðri deildarinnar gagnvart því að gera, ég myndi segja það. Það á allt hrós skilið þetta starfsfólk sem hér er. Því það hefur bæði lagt mikið á sig, komið mikið aukavaktir og hlaupið aðeins hraðar þegar það þurfti. Og þetta verk sem er hérna til hlið og við ætlum að afhenda stofnuninni er frá okkur sveitarfélögunum 4 og þetta verk heitir Sigur og er eftir hann á Sossu. Og kannski við leiktum aðeins myndinu upp, þá getum við lýst því sem er þarna að sjá á myndinni. En þarna má sem sagt sjá, hérna bara lengst til hægri, er sem sagt manneskja og hún er að komast út úr einhvers konar kói í átt til sigurs. Og hérna þetta er tákgræn gjöf frá okkur og ætlað að næra anda skjólstæðinga og starfsfólks. Og kannski má bara segja að sameinuð til sigurs, það eru mörg verkefni sem eru framöndan og við þurfum að vera lausnamiðuð og jákvæð og sameinuð að þá getum við stefnt í átt að sigri, litlu sigrarnir, alls konar sigrar, sigri andans yfir efninu og svo framvegis, en til hamingju aftur. Það ætti nú ekki að væsum neinninn á stofu sem þessari? Ég held ekki, sko. Þetta virkar voðalega svona þægilegt umhverfi og afslappandi.
Ég held að fólki finnist almennt bara voða notalegt að vera hérna og fólk hérna kannski svona fyrsta sólarhringinn eftir fæðingu að það að drífa sig heim og þá er bara gott að slaka á og láta einhvern gefa sér að borða og aðeins að kynnast litla krílinu áður en bara alveg að lífsins byrja. Og já, eins og þú segir, hérna eru foreldrarnir með litla barninu og svona kynnast í fyrstu klukkustundirnar. Já, það er sko af sem áður var hérna í gamla daga þegar börnin voru tekið fram. Það er nánast, það er algjör undantekningatilfelli. Yfirleitt eru konur bara með börnin sín strax, kynnast þeim strax. Já. En svo kemur fólk heim með barnið og venjulegur dagur hefst og lífsins gangur. Nákvæmlega og öll hinn börnin taka móti eftir aðstæðum. Þá fá þær heima þjónustu ljósmóðir. Það eru ljósmóðir sem vinna alla sjálfstætt og það eru á samningu í Tryggingastofnun. Og það er oft ljósmóðir sem eru búin að vera í mæðravernd. Við reynum að halda því þannig hérna að það er ljósmóðir sem er búin að vera með þær í mæðravernd sem tekur þær heima þjónustu eða fæðingarljósmóðurinn sem að tekur þær heima þjónustu. Þannig að yfirleitt er þetta einhver sem það er að hitta áður. Já, það er ekki alltaf bláókunnu manneski sem kemur. Sjaldnast. Og það hlýtur að veita ákveðu öryggi. Já, við reynum að hafa samfellu í þjónustunni eins og við getum með mæðraverndina, fæðinguna og sængurleguna. Og við til dæmis að bjóða upp á nálastungur inn á kvöldin og það er líka bæði til þess að fá nálastungu við alls konar kvillum og undirbúningsnálar og slíkt, en líka kannski til þess að kynnast öðrum ljósmæðrum heldur en bara þinni í mæðravernd. Þannig að þegar þú kemur svo inn í fæðingu, þá er mikla líkur og þá er hitt ljósmóðurinn að minnsta kosti einu sinni sem að kemur til með að sinna þér í fæðingunni. Guðlaug, við erum hérna á sónarstofunni af ljósmæðravaktinni. Segðu mér, til hvers notið þetta tæki? Við notum þetta í 20 vikna greiningarsónar og það eru ljósmæður sem að vinna á Landspítalanum, á fósturgreiningardeild á Landspítalanum sem koma á 2 vikna fresti og taka 20 vikna sónarinn hjá okkur. Það er almennt í boði 2 fósturgreiningar á meðgöngu, 12 vikna sónar og 20 vikna, en við höfum ekki tök að taka 12 vikna sónarinn hérna sem stendur, en við erum með 20 vikna sónar, allavega þessa 2 daga í mánuði. Er þá enn tækjabúnaður eða er það bara... Já, það er blóðpröfa sem er tekin líka og aðeins önnur nálgun og þess vegna höfum við ekki, og svo höfum við bara þessa 2 daga í mánuði, þannig að við höfum valið að taka 20 vikna sónar þar sem er aðalgreining fósturgalla. Og hverja verður að skima eftir í 20 vikna sónar? Í 20 vikna sónar er bara farið frá toppi til táar í gegnum krílið, öll líffærakerfi skoðuð, þannig að þetta er bara aðalgreiningin, eða sem sé aðalgreining fósturgalla á meðgöngunni. Guðlaug, það er nú ýmislegt sem að þið sinnið, ekki bara fæðingar og mæðravernd og það eru önnur verkefni sem að ljósmæður taka að sér. Við sinnum bara allri þjónustu við barnshafandi konur og það er með göngudeild á þjónustunni, þannig að ef eitthvað er á meðgöngu sem það er sérstaklega skoðuna við, þá koma þær alltaf til okkar. Og það er býsna mikið rennir í því. Eins erum við með alls konar símaráðgjöf og þjónustu, við erum með fræðslu og svo erum við með nema. Og þið erum með nema, já. Alltaf með ljósmæður nema nánast, alla veturinn. HSS einmitt menntastofnun og sinnir þessu hlutverki. Miklu, já, og það er mikil ásókn ljósmæðurnemum fyrst alveg fengur í að koma hingað vegna þess að þetta er ein af 2 ljósmæðurstýrum einingum á landinu, á heilbrigðisstofnunum og við erum með allt ferli hérna, við erum með meðgönguna, við erum með fæðinguna, við erum með sængurleguna og allt sem rúmast inn í þessum pakka sem er svo mikið og það er svo gott að koma hérna því þú fær svo margt á stuttum tíma. Er þessu splittað upp gjarnan á öðrum heilbrigðisstofnunum? Já, eins og ef við tökum svona stóra stofnun eins og Landspítalann fyrir, þá ertu annarkvort í fæðingunum, þú ert í sængurlegunni eða þú ert í áhættumæðravernd. Þú ert ekki, það er ekki þetta flæði eins og við erum með hér. Hérna er þetta bara ein stór fjölskylda? Þetta er bara ein stór fjölskylda og allir taka þátt í öllum. Á sinna öllum verkum og þú ert jafn fígur á allt. Þið sinnið fleiri rannsóknum hérna, ekki satt? Jú, svo erum við með krabbameinsskoðanir. Þannig að allar konur á þessu svæði, já, raunverulega sama hvar það búa, þeir geta komið hérna og tekið krabbameinspróf frá leghálsi og þar erum við með tíma einu sinni í viku, alltaf á þriðjudagskvöldum og það er vefbókanlegt en skiptir bara miklu máli að konur séu búnar að fá boðsbréf áður að bóka sig.
Þannig að það ekki konur sem eru að gangi gegnum barneignir, þetta bara allar konur. Það bara konur frá 20 og fram að 64 ára. Og þetta mikið og vel notað? Já, þetta býsna vel nýtt. Býsna vel nýtt. Konur meðvitaður þetta? Já, ég myndi segja það. Ég gleymi aldrei fyrstu vaktinni minni á Slýsum. Ég mætti hálftíma snemma, það verður ekki gert aftur. Og þá var vaktlæknir að einn í húsinu í raun og veru að sinna bráðveikum einstaklingi en hafði fengið aðstoð hjúkrunarfræðinga frá sjúkradeildinni. Á gólfinu voru að minnstakosti 3 konar líkamsvessar. Ég hugsaði strax að ég væri bara ekki tilbúin í þetta jobb. Ég var afskaplega fegin þegar Íris Kristjánsdóttir deildarstjóri deildarinnar á þeim tíma kom og tók á móti mér, en hún byrjaði að tilkenna mér að því miður engin aðlögun hjá mér. Ég þurfti bara að byrja strax. Hún sýndi mér samt alla deildina og hvað allt var geymt, hvað var hvað og setti mig mikið í áfyllingar fyrstu dagana, sem ég fannst pínu skrítið, nýkomin úr háskólanum með hjúkrunarfræðina. Ég grét mig í svefn þetta kvöld, ég var alveg sannfærð að ég hef gert stór mistök. En þegar kom svo á fyrsta bráðatilfellinu sem ég sinnti, þá vissi ég hvað allt var geymt og hvað mér vitrar fólki rétt áhöldin og lífin. Og það var gott að vita eitthvað í þannig aðstæðum. Andrea, þú ert hjúkrunardeildarstjóri hér á heilsugæslunni. Já. Hversu stór deild þetta sem með? Hversu marga starfsmenn hefur þið hérna? Já, við erum nú með hérna 30 starfsmenn sem eru hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar. Svo erum við með svona 15 lækna, þannig að þetta er alveg stór heilsugæsla. Og við erum með hérna 20.000 skjólstæðinga, svo það er af nógu að taka. Við höfum hérna ljósmæður, við erum með mæðravernd hérna upp á ljósmæðravakt sem að tilheyra heilsugæslunni og hérna þær aðstoða okkur líka, þannig að þetta er fjölbreyttur hópur. Þetta er fjölbreytt og margar uppákomur hérna væntanlega. Já, svo erum við líka með næringafræðinga hérna í húsinu og hérna á heilsugæslunni og líka sálfræðinga. Þannig að þetta er... Þannig að þau koma víða að þessi verkefni sem að þið fáist við hér á heilsugæslunni. Já, algjörlega. Við erum náttúrulega með þessa lögbundnu þjónustu sem er mæðravernd og ungu smábarnavernd, heilsugæslu í grunnskólum. Við erum hérna með hjúkrunarfræðinga og heilsugæslu í 10 grunnskólum hérna á Suðurnesjum. Svo erum við með hjúkrunarmóttöku sem er mjög öflug og sinnir ýmsum flóknum verkefnum. Og svo höfum við hérna rannsóknir hérna á heilsugæslunni, hjartalínurit og hérna spírómetríur sem öndunar, heyrnarmælingar og hérna minnispróf fyrir fólk. Þannig að já, þetta er mjög fjölbreytt. Það er mjög fjölbreytt að vinna á heilsugæslu. Trúi því. Og fer öll þessi starfsemi fram hérna innan veggja HSS eða er starfsemi dreift bæinn eða hvernig það? Við höfum, já, sálfræðiþjónustan okkar er hérna upp á Hafnargötu 90. Að öðru leyti erum við hér í húsinu. Við erum aðeins búin að fá hérna smá stækkun, við erum að flytja hjúkrunarmóttökuna hérna inn í nýja svæðið sko og fá þar að leiðandi fleiri læknastofur inn á ganginn og það er mikil bót fyrir okkur. Og við erum að vísu með náttúrulega skóli hjúkrunarfræðingana í skólunum og hérna þær hafa líka aðstöðu hér hjá okkur. Og væntanlega hefur þá verið full þörf á stækkun og hjá ykkur með stækkandi samfélagi? Alveg klárt mál. Við vorum með hérna 700 fermetra og sem áttu að þjónusta allan þennan skjólstæðingahóp og það náttúrulega gekk ekkert mjög vel alltaf sko. Það er að finna rými fyrir þjónustuna því að maður vill náttúrulega geta haft stofu ef maður er að taka á móti skjólstæðingum. En við reynum að gera okkar besta í því. En það hefur nú mætt talsvert á heilsugæslunni undanfarin árið það ekki, svona í tengslu við heimsfaraldur og annað slíkt. Jú, heldur betur. Við höfum aldrei mátt hérna aðlaga okkur að breyttum aðstæðum og gerum það hverju sinni. Við erum líka með alls konar átök í gangi. Nú erum við með bólusetningar átak og erum þar að leiðandi með hóp bólusetningar og erum að úthýsa því í rauninni þannig að við framkvæmum þar ekki hérna innan hús því að við erum bæði líka með svolítið bílastæðavanda og húsnæðisvanda. Þannig að við höfum verið að taka stóra hópa í Ljómahöllina og við höfum boðið upp á núna bólusetningar í Vörðunni Sandgerði og hérna í Vogum líka. Og það er eitt af því sem við erum að fara að gera svo líka í framtíðinni. Við erum að fara að opna heilsugæslusel í Vogunum sem er núna bara ætti að opna núna fyrir jólin.
Þannig að þetta bara aukin þjónusta við skjólstæðinga að mæta á staðinn Já, við erum að reyna það. Við erum að reyna að færa líka þjónustuna aðeins nær skjólstæðingunum. Við erum líka, það stendur til að opna á næsta ári líka þjónustu heilsugæslustöð í Suðurnesjabæ og það bara í ferli núna og þetta verður betri þjónusta við skjólstæðinga í sínu heima héraði. Þannig að það styttra að fara. Já, vonandi að þetta gangi vel svona og fólk verði ánægt. Hvernig með mönnun á þessu öllu? Hvernig gengur að manna svona deild? Já, það sem við okkur skortir aðeinslega núna í augnablikinu eru hjúkrunarfræðingar. Þeir eru nú ekki hverju strái. En við reynum að gera eins vel og við getum. Við höfum aðeins breytt, við vorum áður í svolítið læknaskorti sem horfi nú til betri vegar. En við höfum gripið til þess ráðs að stofna svona heilsugæslu teymi fyrir skjólstæðinga þar sem að í staðin fyrir að tilheyra einhverjum heilsugæslu lækni að þá eru fólk skráð í teymi þar sem þverfaglegt með hjúkrunarfræðingi og lækni og sjúkraliða eða ritara sem að halda þeirra mál þannig að það ætti ekki að detta niður þessi eftirfylgd og þessi þjónusta sem skjólstæðinga þurfa. Og þetta á náttúrulega sérstaklega við einstaklingar sem eru með langvinna sjúkdóma og eitthvað svona vandamál, það kannski minna áhyggjur af þeim sem eru hraustir en við reynum að leggja áherslu á þetta að sinna þjónustunni vel. Þannig að þeir hafa þá aðgang af fólki sem þeir þekkja og fólki sem þekkir þeirra sögur. Já, það svona stefnan Að það sami hópurinn, það eru sömu læknarnir, það eru 3 læknar í hverju teymi og það eru 2-3 hjúkrunarfræðingar og þannig að málin þeirra eiga að vera gripin ef eitthvað kemur upp á. Þetta vísa ekki akút þjónusta, þetta heilsugæslu þjónusta og hún ekki bráða þjónusta og þannig að getur tekið 2-3 daga að fá svar en þá ef einn læknir fer í frí, þá annar sem grípur málin, þá eru það þessi sömu einstaklingar sem ætti að þekkja skjólstæðingin. Og það auðvitað kemur þessi kynning á skjólstæðingum á smá tíma. Það tekur smá stund að kynnast og þetta svona hefur reynst vel það sem að Við erum svona aðeins að þróa þetta líka í leiðinni. Það kom mér ofsalega á óvart þegar ég kom inn. Það var jákvæður og góður mórall og sterkur svona liðsandi innan stofnunarinnar og ég kannski það heitir mér fyrst hvað læknahópurinn var sterkur og samheldin. En svo eftir því sem maður kynnir stofnuninni betur þá sér maður hversu mikill og sterkur liðsandinn Og ég held að það sé sennilega stærsti kostur þessara stofnunar. Nú ert þú sjálf nýbúin að halda upp á 20 ára starfsafmæli hérna hjá HSS. Þetta tilfellið ílengi starfsfólk á heilbrigðisstofnuninni? Hér mjög gaman að vinna og ég var svo lánsam að ég byrjaði hérna á D-deildinni á sínum tíma fyrir 2004 og fekk mjög góðan lærdóm og góðan tíma. Færði mig svo yfir í heimahjúkrun 2013 og svo kom ég þaðan og hingað. Þannig ég ekki farið svo sem víða í húsinu en aðeins, já. Og alltaf ég gaman. Það alltaf, já. Hér gott að vera, augljóslega. Já, mjög. Yndislega starfsfólk og samstarfsfólk bara allt í öllu húsinu. Allir mjög samstíga, taka höndur saman þegar eitthvað í gangi. Þannig að eins og ég segi, ég mjög þakklátt fyrir að hafa valið það að koma á HSS á sínum tíma. Komið jafnvægi á deildina núna, eða sérðu fram á hún eftir að stækka meira svona á næstunni? Það komið jafnvægi, en ég veit nú ekki hvernig við ætlum að stækka meira. Þá verðum við að fara að setja upp kojur og við höfum stundu grínast með það. Nú verður kojurnar þegar stelpunnar bara svitna þegar ég tala að það verður að fara að leggja einn inn og það bara hvar allar að koma nú fyrir. Ég bara, nú setjum við kojurnar og þá bara fer, og hvernig eiga þeir að fara upp í kojurnar kom þá. En við bara gerum það sem við getum. Hugsi lausnum. Já, það þýðir ekkert annað, en við stækkum nú ekki mikið meira úr þessu. Þetta alveg ágætt. En við þurfum að bara hlúa starfseminni, gera þetta vel og þannig að öllum líði vel og þegar fólk fari frá okkur sé það sátt og ánægt. Þannig að það snýst það. Þú talar að fólk fari frá okkur. Hvernig svona, hversu lengi fólk hérna að bíða eftir hjúkrunarrými? Þetta tekur maður nokkra mánuði því að við ráðum engu, það himnafaðurinn sem ræður þessu öllu saman, en fólk að bíða hér jafnvel allt upp í 6, 8, 10 mánuði og jafnvel lengur
af því að það bara, þörfin þannig og það gerist ekki hratt hjá heimnaföðurnum en maður bara þakka fyrir þegar eitthvað hreyfingar af því þetta náttúrulega það fylgir eins og einn segir, eins dauður annars brauð. Það bara þar í þessum tilfelli. Hversu margt starfsfólk á deildinni og hvernig skipta starfshlutföll? Nú við erum með hátt í 40 starfsmenn og þess eru sjúkraliðar, aðhlynningarstarfsfólk og hjúkrunarfræðingar. Það hafa verið sjúkraþjálfi í verktakavinnu sem hefur komið einstaka sinnum á kvöldin og fylgt eftir skjólstæðingur sem við vorum með á sjúkradeildinni, fylgja þeim eftir hérna hjá okkur. Aðhlynningarstarfsfólk í stærstu hluta. Okkur vantar sjúkraliða og ég hefði viljað hafa fleiri sjúkraliða hérna á gólfinu og eins hjúkrunarfræðinga til þess að geta sinnt þessu eins og við viljum gera. En við gerum eins vel og við getum og hérna erum að uppfylla það sem til þarf allavega eins og En ætlum að auglýsa eftir meiru. Sjúkraliðum og fólki þá bara í almenna aðhlynningu? Já, og hjúkrunarfræðingum til að geta mannað allar helgar og alla daga bara. Þannig að það sé vel mannað og sé hægt að sinna þessu, eins og maður segir, frá athölu eins og við viljum að þetta sé velgerð eða fari frá okkur. Hvað með svona viðhorf til þessara þátta sem að þið starfið með? Einhvern veginn hef ég á tilfinningunni að það hafi breyst í áranna rás. Já, ég held að það sem betur fyrir hefur það gerst og ég held að við erum hérna bara úti í samfélaginu, við erum hérna fyrir ofan bara vinsæla matsölustæði og það lítið mála að koma hingað fyrir fólk. Ég held að það sé sem betur fyrir ekki neitt stórmál og ekki feimnismál heldur. En finnst þið viðhorf svona fólks í dag, jafnvel yngra fólks, ég gagnvart því að leita eftir þessari þjónustu því að ef við getum sagt að eldri kynslóðnar hafi kannski ekki verið, getum við sagt, gynkeyptar fyrir því að ná sér í sálfræði þjónustu. Ef það eru einhverju slíki hlutir að plaga það, finnst þér að hafa orðið breyting? Já, algjörlega og við sjáum það bara á þeim mikla fjölda beiðna sem við fáum frá aðilum út í bæ, sérstaklega heilsugæslunni, líka annars staðar frá, að það er ekki svona, það þarf ekki mikla fortölu til að fá fólk til að sækja þjónustu og það að biðja þetta sjálft og það komið í vanda og það bara eins og bara einhver sem er skemmta tönn og finnur til, hann fer til tannlæknis og það bara sama einhver sem með kvíða sem kannski orðin illviðráðanlegur eða einhver annar vandamál áföll að þá ákveðið að leita aðstoðar og stundum dugar aðstoðin í heilsugæslunni. Það ekki senda öll mál til okkar en svo kemur að því að þeir vilja fá fleiri fagaðila, fá sálfræðing til dæmis í máli til þess að takast á við tiltekin kvíða eða félagsfælni og stundum ef vandinn semst orðin viða meiri að þá kannski ástæða að senda beiðni þá í geðsteymi. Á fólk sem að finnur fyrir því að það þurfi að leita eftir geðþjónustu ef við getum sagt að þannig á það að fara fyrst á heilsugæsluna? Já, það alltaf svona fyrsti viðkomustæður en auðvitað fáum við líka beiðnir frá virk en það fyrst vanlega gegnum heilsugæsluna og síðan hefur við líka verið í samstarfi við Björgina, þannig að við fengið beiðnir þar, við fengið beiðnir frá Geðdeild Landspítalans, þannig að þetta stærsti hlutin og eðlilega kemur frá heilsugæslunni. Hvernig finnst þér starfsemin ganga? Þetta bara, ég segi, mjög skemmtilegt og á að vera starfið um þetta að reyna að taka við fólki sem að detta út af vinnumarkaði og þetta náttúrulega gríðarlega mikið og þetta að reyna að koma þið aftur í gang. Þetta ungt fólk mikið til og hvert og eitt svo dýrmætt að ná einhverjum aftur út í samfélagið. Þannig að þetta mjög gefandi við sjáum að þetta að ganga vel en svo kemur þetta fyrir að við þurfum svolítið við erum að sjá mál sem kannski búin að vera velkjast í kerfinu lengi og kannski ekki mikla líkur á við komum fara á vinnumarka en við reynum að bæta lífsgæðin að fólk sé þó með minni kvíða og njóti lífsins betur og þannig að það alltaf hægt að setja sér einhver markmið. Núna í seinni tíð hefur maður orðið var við umræðu svona bara almennt í samfélaginu að það sé svona aukin kvíði meðal fólks og meira meðal yngra fólks. Hvað getur þú sagt okkur um það?
Já, ég held að það sé örugglega bara rétt því miður. Hver er ástæðan? Ég held að sé bara margar og kannski erfitt að svara. Ég held að sé einhverja samfélagslegar ástæður bara fyrir þessu. Það verið að kenna þetta samfélagsmiðlum. Það má vera að það sé rétt líka. Mikla kröfur og svo bara, það bara flókið, miklu flóknara lífi núna. Þetta var kannski fyrir 20-30 árin síðan. Svo held ég að COVID-tímabili hafi kannski farið mjög illa í mörg ungmenni sem að kannski einangruðust einhver leyti á þeim tíma. En ég held að það sé bara mjög margþætt og ekkert eitt stórt svar við þessu. Svo kannski, en má vera líka að þau sé bara opnar líka að ræðingviða sinn, heldur en gerði áður. Var búið að rópa múrra? Nei. Á ég? Já. Á ég stjórna hérna ferföldu húrra? Það finnst mér nú algjörlega við hæfi. Og stofnunin áfram lengi í lífi. Húrra, 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 húrra. Til hamingju með daginn. Þú nefndi lýðheilsuvísa hérna í okkar spjalli rétt áðan og hvernig eru þeir hérna Suður með sjó? Já, takk fyrir að spyrja þetta vegna þess að það er kannski það fyrsta sem ég rak augun í þegar ég tók við hérna sem fórstjóri að lýðheilsuvísar embættis landlæknis eru með allt öðrum hætti heldur en annars staðar á landinu. Hér hérna hlutfallslega og marktakt fleiri sem telja andlega og líkamlega heilsu sína vera lélega eða sæmilega sem marktakt verra heldur en annars staðar. Það var eins og ég sagði áðan að þá eru færri sem koma í krabbameinsskimanir. Það sem kannski við þurfum líka að horfa á núna með lýðheilsuvísunum sem birtist núna fyrir svona mánuði síðan að það eru marktakt fleiri einstaklingar 18 ára og yngri sem eru á þunglyndslífi og við þurfum að horfa svolítið í þetta einmitt hvernig getur þá stofnunin eins og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, hvernig getur hún komið til móts við það? Hvernig erum við að sinna unga fólkinu? Hvernig erum við að sinna eldra fólkinu? Og hvernig getum við raun og veru líka bara einhvern veginn horfst í augu við það að hér er það líka þannig eins og kemur fram í lýðheilsuvísunum að það eru fleiri sem að fresta því að koma í heilbrigðisþjónustu eða panta sér tíma út á kostnaði og við þurfum einhvern veginn að skoða þetta. Þess vegna var það frábær ákvörðun sem að heilbrigðisráðherra tóku daginn að það var að lækka umtalsvert gjöldin hvað varðar brjóstaskimun úr 6.000 og eitthvað krónum í 500 krónum, þetta bara skiptir máli. Ertu með skýringar á þessu varðandi það sem þú ert að nefna með lýðheilsuvísana, akkur þetta öðru síðan? Sko, ég held að það sé mjög margir þættir. Samsetning íbúa með öðrum hætti. Það eru fleiri íbúar sem eru á erlendi bergi brotnir. Það eitt af því sem ég held að geti verið ein skýring. Við þurfum að ná til þeirra. Það mjög mikilvægt. Það líka þannig að það fleira ungt fólk. Það líka þannig að það kannski meira óöryggi hvað varðar atvinnu og menntunarstig aðeins öðruvísi. Þannig ég held að það sé mjög margir þættir sem að skipta þarna máli. Og ég held að við á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja getum verið líka bara ákveðin fyrirmynd varðandi lýðheilsu, hreyfingu, hvernig getum við hjálpa til við það og við vorum til dæmis bara núna að láta útbúa sérstaka bolta fyrir börn sem koma í skoðun, sem sagt í 2 ára skoðun og 4 ára skoðun, þá fá þau bolta og það liður í því að skilaboðin hreyfing. Þú nefndir hvað stofnunin stödd í hvaða stig þjónustu hún getur veitt og ef ég skildi rétt þá nær það ekki til skurðdeildar eða sem þar að leiðandi tengist fæðingadeildinni. Þetta eitthvað sem bara farið og verður aldrei eftir skurðdeild? Sko, ég held maður aldrei að segja aldrei. En það þarf allar svona breytingar þurfa að ígrundast mjög vel. Sérstaklega út frá mönnun og sérstaklega út frá magni aðgerða eða fjölda aðgerða. Þú þarft að hafa ákveðin fjölda aðgerða til að geta haldið uppi þeim gæðum sem þarf. Og ef að þú nærð því ekki, þá í raun og veru ekkert sérstaklega skynsamlegt að gera þetta. En aftur á móti þá held ég að við gætum farið í skoðað fyrst eitthvað annað, til dæmis eins og bjóð upp á speglanir.
það eitt af því sem ég held að við eigum að skoða, en ég ekki viss að við sem akkurat stödd þar núna að fara speklar í að opna skurðstofur. En af því að þú nefnir fæðingadeildina þá fær hún alveg mjög góða, hvað maður að segja, við fáum mjög góða, fólk mjög ánægt með þjónustuna. Það skiptir alveg geysilega miklu máli og ég get alveg sagt það, auðvitað heyrir maður líka það sem að má gera betur og við viljum heyra það. Við viljum bara sjá óhreina þvottinn. En það alveg sérstaklega gott og gaman og þakkarvert einmitt að heyra það sem að vel gert. Því þá getur maður líka styrkt það áfram. Svona kannski, að lokum, þú ert nýkomin hingað, svona, hvernig upplifir þau svona, var þetta eitthvað öðru sem áttu vona á, þetta verra eða betra eða hvernig svona þín upplifun svona, hafandi verið hérna bara, í nokkra, og í hálft ár? Já, veist að þetta í raun og veru bara mjög svipað og ég átti vona á. Mér finnst þetta geysilega skemmtilegt. Mér finnst bara eiginlega markmiðið að byggja upp þessa jákvæða ímynd og traust til stofnunarinnar og það bara mitt markmið, það bara þannig. En sko þetta ekkert mikið öðruvísi en auðvitað náttúrulega sko það bæði kostur og galli að vera ekki hérðan, þekki ekki samfélagið. Það kostur að þýletinu til að þá veit maður ekki alveg söguna og alla tengingarnar og allt þetta, en það getur líka stundum verið galli. Það sem mér fannst líka að skipta svo miklu máli, það var í raun og veru að hitta sveitastjórnirnar eða bæjarstjórana í sveitafélögunum bæði Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ og Vogum og að finna í raun og veru hvað það mikill metnaður gagnvart stofnuninni og mikil vænting og væntum þykja gagnvart stofnunum, það skipta alveg geysilega miklu máli. Hefur samstarfið verið gott við þessa aðila? Mjög gott, alveg frábært. Nú hefur þú verið aldeilis í framlínu heilbrigðisstofnunna á Íslandi á Landspítalanum og verið þarna algjörlega í framlínunni. Við gerum ráð fyrir því að það muni náttúrulega nýtast eitthvað að hafa þessa reynslu. Þú ert með gríðarlega mikla reynslu í þessu. Já, ég hef það og til margra ára og það sannarlega nýtist mér. Ekki síður kannski það sem að nýtist manni allt þetta tengslanett sem skiptir svo miklu máli og þannig að það skiptir mjög miklu máli að auðvitað hafa reynslu þegar maður fer inn í svona starf. En hvað með sjálfa þig? Ertu sveitastelpa eða ertu að koma úr borginni? Ég alin upp í borginni og en ég á rætur að rekja á Snæfellsnes og þar segja að þar mínar rætur eru. Þannig að ertu bjartsýn fyrir hönd HSS? Ég mjög bjartsýn fyrir hönd HSS. Ég veit að stofnunin hefur alla burði til að vera til algjöra fyrirmyndar. Leið við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað sem dreift öll Suðurnes og á 4 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Að sjálfsögðu hægt að nálgast blaðið á víkurfréttavefnum vaff.is. Mjög þægilegt að lesa það í rafrænni útgáfu. Við erum líka að skrifa fréttir og aðra umfjöllun á víkurfréttavefinn vaff.is á hverjum degi og golffréttir eru á kylfingur.is. Við minnum á að það stutt í kosninga og við hvetjum áhorfendur sem að tengja stjórnmálaflokkunum að vera í bandi við okkur varðandi auglýsingapláss í VFF miðlum. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst síðar, verið sæl.